Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi. Þá komið í akstursíþróttinnar en helgina var ljóst hver yrði Íslandsmeistari í drifti og ég einmitt komið með Íslandsmeistaran sjálfan á línuna. Það hann Aron Jarl Hillers og það nú heldur betur búið að vera jöfn keppnin í sumar og já, hann komin hér á línuna. Komdu blessaður og sæll. Blessaður Gestur. Hvernig hefurðu það? Bara ljómandi. Það ekki? Jú. Herru, það ekki verra að vera Íslandsmeistari? Nei, þetta bara gekk upp eins og í sögu. Þannig að byrjaði með smá svona reikuðum töktum en svo bara datt þetta í gang þegar leið á. Já, kannski aðeins að sjálfur, hvað þú búin að vera stund að drifti lengi? Herðu, ég byrjaði að spóla hérna þegar fyrsta keppnin var á Húsgarðahallaplaninu. Það var 2005 eða 6. 10 ár. Já, þannig að þú ert búin að vera nokkuð lengi í bransanum? Já, þetta var Já, keppnin í ár, hún búin að vera hrikalega jöfn og já, keppendur eru búin að vera alveg, já, það búið að vera góð þáttaka í sumar á Íslandsmótinu. Já, virkilega góð, þetta fór alveg vonum framar. Það var hérna í fyrstu keppnin held ég 24 þáttakendur, svo niður í 22 minnum mig og eitthvað 20 rúma þarna á bíladröfum. Svo svona þegar leið á sumari þá fór þetta eitthvað aðeins meira við, núna var þetta eitthvað rúmlega í lokin. Það náttúrulega ekkert alveg ókeypis að taka þátt í þessu, þannig að menn það ekki svona lendi í vandræðum með bílana til þess að taka þátt í næstu umferð jafnvel? Nei, ég hugsa að spila alveg inn í alveg klálega sko, en það svona einhvern veginn kannski farin aðeins vindur úr mönnum þegar það fara að líða og sjá kannski fram á þeirri ekki ykkur toppbaráttu. Það erum þarna 4 sem erum greinilega hvað sterkastir og eru búin að vera að keppa milli hvor annars, þannig að svo voru nokkri bílar. Ég ætla að 2 sem voru að smíða ofur bíla og náðu ekki að mæta, þannig að næsta ára erum við þetta sko. Já, og já, bílnum þínum, þú ert á BMF, eins og kannski allir driftarinn, einhverju aðri sem eru ekki á BMF? Já, þetta meiri hluti BMF, en það svona nokkri Nissan bílar líka. BMF-in hentar rosalega vel í þetta, það mikið til á honum, það þetta að skrúa margt á milli og mikið flutt inn á sín tíma af þessum eldri bílum. Og þetta svona, já, ég ástofnginn af þessum gamlu 30 bílum. Búin að eiga yfir 10 bíla og eitt í 10 ár. Þannig að það allan að mikil ástið ekki á allan að þessum sem þú ert búin að eiga í 10 ár? Já, algjörlega sko, hann bara litla barnið mitt sko, þannig. Nákvæmlega. En já, þá svona eftir síðasta umferðin á Íslandsmótinu drifti lokið, já, hvað tekur við fyrir driftara eftir svona hörku Íslandsmót? Herri, ég svona, hefur alveg hinskilu, það var pína ánægðan til búið. Það voru 6 keppnir, við vorum svona, ég veit ekki hvort við myndum alveg mega 6 keppnir, en núna bara held ég að gera bara reddi fyrir það, ég veit ekki, kannski breyta eitthvað aðeins í næsta sumar. Það svona pína óljós hvað verður næsta sumar, en ég ákvað að koma, ég var síðast Íslandsmeistari 2010 og þá síðan þá hef ég ekki keppt rauninni fullt Íslandsmót. Ég hef alltaf tekið eina keppni á Akureyri, svo ákvað ég núna í vetur að smíða hana bíl sem ég með, hörkuöflugu bíl með veltibúri og öllu og sér hannaður í þetta, þannig að þessi bíl ætla ég bara svona halda bara til haga og geta svona leikið sér á hana þegar maður vil grípa í hann. Ég veit ekki, það er ekki alveg ljóst hvað verður næsta ári, en svona það. En já, það allan að driftið í sumar koma sterkt inn og já, það má segja að já, það má búast við mikið að keppendum næsta sumar jafnvel, því að já, nú verðist hver og einn vera bara í skúrnum sem áhuga á þessu. Já, ég er klárlega komin innspýtingi þá sem að voru sérstaklega ætla að koma með bíluna sína, þeir eru klæðir í puttana að fá að keyra og ég reikna með næsta sumar verði örugglega, sko þetta var rosa stökk núna í sumar og það var svona blundaði mönnum í voru að keyra opinflokk, það voru 2 bílar að keyra í einu, en það var ekki alveg nægileg þáttaka í það, en ég hugsa að næsta sumar hafi verið sko, næsta sumar verði mögulega hægt að keyra hennar opna flokk og þá fyrst eru þetta orðið svolítið áhverðavænt sko að séu 2 bílar inn í brauta myndast í hvern annan sko á
100 km hraða á hlið sko. Já, en venjuleg umferð, hún gengur þannig það er fyrst svona undarásir og svo beint í það sem þú mætir einhverjum öðrum á móti þér, eða ekki, eða? Jú, þetta gengur þannig fyrir sig að það eru æfingar, stíguræfingar, það eru sett upp svolítið krefjandi braut og menn fá að æfa sig 1-2 tíma og svo er svokallað forkeppni og síðan taka menn eitt æfingarrönn í því og 2 rönn sem gilda og betra rönnið gildir og það er reiknað saman stigin úr því. Síðan er mönnum skipt upp eftir stigum og það er keyrður úrsláttur hvort það sé 8, 12 eða 16 er eftir fjölda keppenda. Þannig að það er nógast að snúast í kringum þetta. Já, algjörlega. Já, svona í lokin þá náttúrulega er búist við þér eða ekki á næsta ári? Búist við mér? Já, ég veit ekki. Og ég held ég hafi unnið þetta með 102 stigum hróskot, þannig að ég er mjög sáttur við það. Já, ég ætla ekki að lóna henni og ég ætla ekki að segja henni. En þeir sem komu inn í keppninni í sumar, það má segja að það sé góð nýliðun í þessu, þeir eru nú ansi öflugir þessi sem eru að koma inn í þetta? Já, sérstaklega ótrúlega gaman strákunum Patrik og Sigurjón, þeir komu þarna í sumar og ég var ekki alveg búinn að vera að fylgjast með þessu en sá strax að þeir eru erfiðir í sumar og beygja með vel og hafa mjög gott kontról á bílunum. Nákvæmlega. En keppnin mikil og það er væntanlega erfitt að halda utan þetta allt saman. Keppnisumar allan í sumar má segja að hafi verið eitt að skemmtilegasta í fjöldamörg ár núna? Já, klálega. Þetta er stærsta tímabil sem hefur verið í driftinu hingað til og bara ótrúlega gaman að sjá hvað sportið er búið að blása upp og eins með styrtara og annað, þá hefur þetta verið að búið einfalt. Í sumar en áður þá Já, en það er kannski eina sem að hrjáir oft kannski keppendur til þess að vera alvöru afreksmenn í þessu, það er kannski aðstæður eða ekki til þess að æfa sig? Jú, reyndar, það var nú eitthvað stólist til að spóla á göttunum og æfa sig og eins og strákarnir hann að vera norðan að æfa sig á bryggjunu og það er nú ekki vel séð og það er náttúrulega þessi braut sem við höfum og það eru þessar 2 brautir sem við höfum en klálega hefur það mikið að segja náttúrulega er alltaf á föstudögum opið upp á æhásvæði og menn bara þeir sem æfa sig mest það eru þeir sem að skara fram út, ég held að sé svolítið. Já, nákvæmlega. Eins og í öllum íþróttum. Já, algjörlega, maður hafa virkilega áhuga á því sem maður að gera á ástríðu. Aron Jarl, Íslandsmeistari í drifti á Íslandi, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ég vona svo sannarlega að við sjáum til þín á ári. Já, takk kærlega fyrir það, gaman að heyra þér. Bestu þakkir. Já, þetta og meira til inn á Facebook Drift á Íslandi, það er hægt að fylgjast með hinnu ýmsu spekingum og vídeóum og sjálfsögðu var hann Jakob Sísel Hafsteinsson mættur hérna að taka upp driftið og þvílíkt flott vídeo og myndir sem hann tekur. Jakob sé á Facebook, það getið þið síða þetta meir það síðar en við förum aftur í akstursíþrótti seinna í kvöld. Þá ætlum við að heyra þetta með Reykjavíkurralli sem fór fram helgina en næsta dagskrá eru frjálsar íþróttir og á línuna hér innan skams verður hann Guðni Valur Guðnason, kringlukastari úr IR en hann vann til gullverðinu á Norðurlandamóti 23 ára yngri í Finnlandi núna dögunum og var einnig ólympíufari í Ríó með frábærum árangri. Hann verður hér á línunni eftir skamma stund. Farið ekki langt, sportátturinn með ykkur hérna til klukkan 11 í kvöld. Og staðan í einaleik kvöldsins á Íslandsmótinu í knattspyrnu, það er í fyrstu deild kvenna B-riðli, þar er sem að Haukar og Keflavík eigast við. 32 mínútur liðnar leiknum, staðan 0-0. Haukar í öðru sæti deildarinnar eftir 14 umferðir með 29 stig, Keflavík í þriðja með 23 stig, 8 lið í þessari deild. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Vissir þú